Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, við erum komið fyrsta viðmælanda kvöldsins og það er engin annar en Jón Margeir Sverrisson sem er í fullum undirbúningi fyrir Paralympics 2016 sem er haldið í Brasilíu í Ríó og hann er bara að fara þangað núna á miðvikudaginn. Komdu blessa og sæll, höfðingi? Já, komdu sæll. Hvernig hefur það? Það er svona þokkalega bara eins og er. Já, það er væntanlega ekki komið smá spenningur í því fyrir Ólympíuleikana? Fyrir Paralympics? Já. Er ekki komið stemning í þig? Já, svona smávegis. Það er alltaf gaman að fara til Brasilíu en ég hef einu sem komið þangað áður, bara ekki í Ríó reyndar eins og er. Nákvæmlega. En hvernig hefur svona undirbúningum fyrir leikana gengið hjá þér? Það gengur bara vel, það eru æfingar og sem hefur eitthvað tíma komið svona smá einn dagur, smá flensa en það er bara hluta lífinu en annars er ég bara núna 100% fit stattur fyrir Ríó sko. Nákvæmlega. Og fyrir þá hlustun sem ekki vita í hverju þú munt keppa? Ég myndi keppa í 2 skrið, 100 bringu og 2 fjór. 2 skrið er fyrsta dagurinn og síðan kemur 100 bringa og síðan kemur 2 fjór. Það er liðnar nokkru dagar hérna á milli hverja greina. Og ég er sterkustur í 2 skrið og það er eiginlega meiri sensin sem það er eiginlega eina greinin sem ég á mest möguleika í velun þar. Já, nákvæmlega. En þú hefur áður tekið þátt eða ekki á Paralympics? Jú, ég tekið þátt í London 2012 og vann gull þar í 2 skrið. Og ég ætlaði auðvitað að reyna að stefna að endurtaka hlutin aftur, að reyna að ná gull í Ríó og maður veit aldrei fyrirfram en það kemur bara hljós. Já, og það var nú ekki dverri árangur síðast, þá náttúrulega bættur þú heimsmet og svo hefur þú haldið áfram hingað til að bæta ennin metin? Já, þetta er, en ég er eiginlega sterkust í annað sund með við, það er sérstaklega greina sem ég á að keppa í HM og EM og Ólympíuleikunum. Og greina það sem ég er að bæta heimsmetin, það er ekki grein sem ég er að keppa á eins og HM og Ólympíuleikar. Og það er eins og 400, 800, 1500, það er eina sundin sem ég er eiginlega sterkustur í af þeim öllum, en 2 skrið er eiginlega þannig sem sterkasta greinin sem ég keppa á eins og HM og Ólympíuleikur og EM. En svona er þetta bara, maður veit aldrei fyrirfram hvað gerist nú fyrir Ríó. Nei, nákvæmlega. Ertu komið með svona eitthvað sérstök markmið fyrir mótið? Ég hef ekki veit þegar markmið en bara hafa gaman að vera þarna og skemmta mér og gera mitt allavega svanalega, gera mitt besta og auðvitað stefna við gull í 2 skrið en ég reikna ekkert mikið með 100 bringu 2 fjóra, ég er búin að æfa það lítið eins og þér. Því svo fyrir EM í vor þá hefði ég mikið fyrir 100 fyrir bringusund og bætti mig heila hellingi í bringusund og hefði eiginlega ekki neitt mikið fyrir 2 skrið þá. Þess vegna lenti ég öðru seti á EM núna í vor, ég hefði 2 skrið ekki það mikið. En núna er ég búin að æfa eiginlega þannig sem meira 95% bara 2 skrið og 5% hinn sundin, þannig ég reikna ekkert mikið með 100 bringu og 2 fjór. Já, nákvæmlega. En ég reikna alveg með góða hluti í 2 skrið í Ríó. Nákvæmlega. Og þú byrjar að keppa í undanrásin núna 11. september. Já. Þannig að þú sem ert að fara að kynna þig bara núna aðstöður og byrjar á miðvikudaginn, þá fljúið út eða ekki? Jú, ég flýg út miðvikudaginn 31. ágúst. Það er einhvern tímann hátíðspilið held ég minni mig flug. Eða manni hvort það var morgun eða hátíð, manni ekki alveg. Þannig að það verður alveg veislega og þið eru nú ekki verið endanum og það verður hægt að fylgjast með þessu á RÚV með ykkur að núti. Já. Þannig að það er stórglæsilegt. Jón Margeir Sverrisson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best. Já, ég geri það. Áfram Ísland. Já. Þessar. Bæ. Já, Jón Margeir Sverrisson, þið getið fylgst með því, hann er náttúrulega líka með Facebook-síðu undir nafninu Jón Margeir og þar getið þið fylgst með öllu það sem að helsta hjá honum og einnig verður þetta sýnt að sjálfsögðu á RÚV og svo er það ifsport.is. Jón Margeir til London 2012 heiti Facebook síðan sem að hann er með alla sína upplýsingar þar.
En já, ásamt honum sem eru að keppa, þá eru 4 aðrir keppendur. Það eru hún Sonja Sigurðardóttir sem mun einnig keppi í sundi, Telma Björg Björnsdóttir einnig í sundi og Helgi Sveinsson, hann mun keppi frjálsum eða spjótkasti og Þorsteinn Halldórsson, hann mun keppa þarna í bogfimi. Og já, það eins og maður segir að það núna, hópin skipa núna 5 keppendur, þannig að það einu fleiri heldur á síðustu ólympíuleikum. Þannig að þetta stór glæsilegur árangur hjá þessu afreksfólki okkar. En já, Íslandi tókst allan að fjölgum 1 keppanda frá síðustu ólympíuleikunum 2012 og þá áttu við með 2 í sundi og 2 í frjálsum og það fjölga því eina íþróttagrein og ljósta afreksmenn og röðum fallara eru á mikilli siglingu þessi dærin. Meinum þetta inn á ifsport.is og já, einnig á Facebookinu. En nú það byrjum við ætlum að fara næst yfir í driftið og helgina var ljóst hver var Íslandsmeistari driftið. Það var hann Aron Jarl og hann verður hér á línunni eftir skamma stund. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.